Benediktsson kom KR-ingum yfir strax á 18. mínútu. Hilmar Björnsson á þessa fínu sendingu fyrir og Guðmundur skallan boltan upp í markvinkilinn og þau gerast nú ekki mikið glæsilegri. Hér erum við komin í síðara hálfleik. KR-ingar eiga hornspyrnu og hér skallar Ólafur H. Kristjánsson í átt að marki en það er greinilegt að boltinn fer í hönd Péturs Björns Jónssonar en ekkert var dæmt. Segja má að réttlætinu hafi verið fullnægt nokkrum mínútum síðar. Þetta er á 23. mínútu síðara hálfleiks. Guðmundur Benediktsson fær hér sendingu inn fyrir vörn Leiftursmanna og virðist vera rangstæður. En sendingi stendur og markið gott. Guðmundur Benediktsson búinn að skora bæði mörk KR-inga og staðan orðin 2-0. Hér erum við komin undir lokleiksins á 39. mínútu síðara hálfleiks og ágætt sókn Leiftursmanna endar með því að Ratislav Lasorik setur boltan í hornið óverjandi fyrir Kristján Finnbogason markvörð. 2-1 og þær eruðu lyktir leiksins. Skagamenn tók á móti Keflvíkingum á sama tíma upp á Skipaskaga og unnu 5-0 og Bjarni Guðjónsson var fyrsti maðurinn til að skora þrennu. Þá hafði maður svolítið áhyggjur sko, en þeir voru ekki að skapa sér mikið að færi þótt að væri smá pressa á okkur, þannig að ég hugsaði að maður hélt að þetta væri komið. Myndi svolítið að Keflavíkurleikinn svona lokinn? Já, það er reyndar rétt. Hleypum liðunum inn þessum 2 síðustu leikjum, við hleyptum inn í leikinn og það er hlutur sem við verðum að laga. Annars sem var þetta vörnin hjá okkur svona að vera óvenju óörugg. Já, hún var að breytast núna í ennið skiptið og við erum með 2 menn meidda sem hafa verið að spila í vörninni og það er náttúrulega 9 menn saman og þurfum aðeins að finna okkur en það kemur vonandi í næsta leik. Fyrsti sigurinn komin heldur að taka. Mínúturnar.